Þú fórst svo bara í þetta og var þín aðalvinna, er það ekki? Bara að vera með podcasti. Ég náði að harka í 3 ár. Já, og svo ákvaðst að hafa það bara alltaf að opna þættina. Já, ég var sérst með fyrst byrjað að hafa að opna, var svo mikið að gefa út þætti, gaf alveg 2 í viku, sem var svo mikið vinna því ég gerði í rauninni allt einn. Já. Hvort það mitt að plana þetta, að taka upp, klippa og gefa út allt þetta. Eða skrifa út reikninga sem þú styrtar aðalega, þetta var rosalega mikið. Já. Svo prófaði ég að vera með áskrift, fá okkur smá aukapening þar, svo er henni bara, gat ég ekki meira því ég þurfti síðan bara að fá vinnu, ég meina, sér bara hvernig það er að búa í Íslandi í dag, með hvernig það var fyrir 3 árum, það er bara búið gjörbreytast. Þú fer í bónus eða krónuna og það er bara, kaupir eitthvað 30 skall og það er bara 3 jógurtdollur. Ein vika. Þetta er bara rugl, algjör steypa, eða að borga lána húsnæði eitthvað, þetta er bara algjör steypa. Þannig að ég gat ekkert réttlætt fyrir kæristinn minni, bara, ég ætla að vera við podcastið, mér finnst það svo gaman, ég þurfti bara að hafa tekjur, ég var alveg faðir og þurfti bara að standa undir minni ábyrgð og mínum skildum. Þannig að ég þurfti bara að fara að vinna líka annars staðar og ég reyndi að harka með 100% vinna annars staðar og podcastið á fullu, með opnað þætti og áskrifta þætti. Þetta var bara mikið, ég fann það bara, ég var búin með stöðan hausverk í 2 vikur, svona álags streitu hausverk og ég bara, hvað í gangi? Kulnun bara. Já, eiginlega, einhvers konar, kulnun, burnout eða eitthvað. Og ég sagði bara kærastinn, ég get ekki, ég verð bara eiginlega, þó við missum einhverja smá tekjur út af þessu áskrift, þá bara verð ég verð að hætta þessu. Leið og ég tók þessu ákvörðun, þá hvarf hausverkurinn. Hausverkurinn bókstaflega hvarf, bara sama dag. Já. Það bara minnkaði svo mikið álag hjá mér og þetta stress við að gefa allt út þætti, uppfylla þetta fyrir áskrifendur og líka því mínir þættir eru svo langir, 2-3 tímar, það er bara það sem ég fíla, það format finnst mér mjög skemmtilegt, þetta fara að kafa dýpra í alls konar myndir eða seríur eða eitthvað. Þannig ég vildi ekki stytta þættina, þannig að þá þurfti ég bara að gera upp fyrir mig hvað vil ég gera. Þannig að ég hætti fyrir ári síðan með áskriftina og keyrði áfram bara á opnum þáttum, 1 sinni í viku.